fólk hefur hann aldur fullkomnað þau helguð verða. Hebreabréfið 10:14, því að það hann sem að fullkomnar okkur. Halleluja. Við erum komin hingað í dag til þess að lyfta upp nafni Guðs. Má ég heyra amen? Við ætlum að gefa honum dýrðin í dag því að hann heilagur. Má ég heyra amen? Við ætlum að vexa með hann, við ætlum að lyfta upp hans nafni, við ætlum að lofa, við ætlum að klappa, við ætlum að syngja og við ætlum kannski mögulega að dansa bara. Halleluja. Við erum alveg að fara að lofa Guð í dag. Má ég heyra amen? Endilega, lofið Guð með okkur og syngið með okkur. Trúr og sannur alla tíð, mikið verð þitt. Og ég veit að þú berst með mér enn, því þitt loforð já og amen. Mikið verð þitt, mikið verð þitt. Og þú sigrar gröf og allt sem finnst í hlekki og böl. Mikið verð þitt, þitt frelsi, svo fagnandi ká. Og Jesús þitt nafn, því upphafið náð. Mikið verð þitt. Syngið saman. Halleluja, Guð ofar öllu. Halleluja, Guð breytast myndur. Halleluja, þú allt gjörir vel. Halleluja, Guð ofar öllu. Halleluja, Guð breytast myndur. Halleluja, þú allt gjörir vel. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf og allt það sem bindur í hlekki og böl og guð. Mikið verð þitt, þitt frelsi, svo fagnandi kast. Og Jesús þitt nafn, því upphafið náð. Mikið verð þitt, mikið verð þitt. Drottinn Jesús, og ég þakka þér fyrir að þú ert trúr og sannur. Halleluja, þú vinnur í okkur verkið, Drottinn Jesús. Við lofum því í dag, við viljum gefa þér dýrðin í dag, við viljum vexa með þig, Drottinn. Af því að þú ert Guð, þú ert almáttugur, þú ert alnálægur. Halleluja, heila Drottinn Jesús. Lofum hann í dag, halleluja. God is great and glorious. We put our trust in your name, Jesus. Able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus. Singing
takk Jesús. Höldum áfram að lofa hann í dag. Halleluja, ég lofa þér, drottinn Jesús. Heilagur drottinn Jesús. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God.
svo heilagur, halleluja. Og hann gefur okkur, halleluja. Hann hleypur á eftir okkur, góðmennskan hans. Heilagur Drottinn Jesús. Ein í myrkri við biðum, ekkert ljós, engin von. Þá í kærleik kom frá himnum, náð og miskunn þú buðst til að uppfylla þitt lögmál. Mærin meðtók lífsins sorg, sem frá dýrðarinnar hástól lagður var í öta og stór. Lós ég föður syninum, helgum anda þríeinum, Guði dýrðar hátignin, við eilíf illum konungi. Ríki Guðs þú okkur sýndir, heiminn sætti Guð við sig. Alla sköpun endurleystir, fórst á krossinn fyrir mig. Alla þjáning þína barstu, því þú vissir tilganginn. Og að frelsun okkar varstu, lífið fyrir dauða þinn. Lós ég föður syninum, helgum anda þríeinum, Guði dýrðar hátignin, við eilíf illum konungi. Englar horfðu á, þá grafarinn siglir. Endanlega velt var frá, lambið dauðan sigraði. Dánir risu dauða frá, tók þá andköf himinninn. Því að allir koma þá, endurfæðir Faðirinn. Og þá kirkja Krists var til, fyrir kraft og andans verk. Sannleikanum gerir skil, alltaf sterk, alltaf sterk. Fyrir blóð og nafnið hans, laus og fjötruð nú ég smíð. Hann mér gefur sigurkrans, Jesús Kristur er mitt líf. Lós ég föður syninum, helgum anda þríeinum, Guði dýrðar hátignin, við eilíf illum Takk, Jesus, halleluja. Amen, halleluja. Takk, Jesus, halleluja. Heilagur Drottinn. Halleluja, Jesus. Amen. Dýr sé Guði, halleluja. Það er sérstök nærvera Guðsinn inn í dag, halleluja. Amen, halleluja, Jesus. Þakka þér Drottinn Jesus, halleluja. Halleluja. Við ætlum að taka samskot núna, en ég ætla svona að segja ykkur smá þegar ég er búinn að taka samskotin, hvernig þetta er. Halleluja. Það er svo sérstök nærvera Guðsinn inni. Amen, Jesus, halleluja. Það kemur hérna reikningsnúmerið á skjáinn
svo gengur posi á milli sætana og svo baukurinn á milli sætana og svo posi frammi. Halleluja. Þannig ég hvet ykkur til að gefa inn í Guðsríkið. Halleluja. Jesus gaf allt svo að við getum gefið af okkur. Halleluja, allan hátt. Amen. Þannig að Drottinn bless ykkur og það sem þið gefið í dag. Halleluja. Þakka þér Jesus. Halleluja. Það rosalega mikilvægt þegar við komum saman á stundu sem þessari að við bara undirbúum hjarta okkar með bæn. Og ég kom frekar seint svona 3:30 samkomur og fór fram og fór að biðja, fór að tala í tungum. Maður sjá, rétt upp hendi hverju tala í tungum inni. Halleluja. Og þá byrjaði Guð að opinbera mér bara nafn sitt. Og ég heyrði í tungutalinu hvað Guð að gera hér í dag. Hann er með auðmýkta dýrsýni hérna inn í dag. Shekina dýrðina. Halleluja. Auðmýkta dýrðin það þegar hann kom frá himni, fór niður á jörðu og hann gekk upp á krossinn. Hann var negldur á krossinn, hann gekk með krossinn að Golgata og negldur á krossinn, hann fór til dauða heljar, tók lykla djöfulsins af, lykla dauða heljar af djöflinum og hann gaf okkur þetta frelsisverð sem við höfum í dag. Og það sést og dýr það sér í dag, auðmýkt dýrna þegar hann er að opinbera nafn sitt og sérstakann hátt á meðal okkur í dag. Þannig að við erum biðjandi í hjarta okkar, við erum eftirvæntandi í hjarta okkar fyrir því að hvað orð gengur út hér í dag og fyrir því sem andi Guðs ætlar að gera hér í dag. Halleluja. Þakka þér Jesus. Stundum þá sýnir Guð manni svona og bara fekk að sjá þetta. Og ég að segja ykkur þetta vegna þess að ég vil að þið undirbúið sjöfntökar sérstaklega í dag. Förum núna bara aftur inn í lóðgjörnina og við erum opin í hjarta okkar. Byttum Drottinum að opinbera og snerta þig með þessar auðmýkta dýr. Þannig að hann vil breyta þér varanlega í dag. Halleluja. Halleluja. Og ég bara ekki verður að fá að segja frá þessu. Bara en ég þakklátur fyrir Guði að tala og sýna. Halleluja. Og ég hvet ykkur til að tala í tungum. Miklu meiri tungum heldur en ég gerir. Þannig að það opinbera það sem Drottinn er að gera. Amen. Halleluja. One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Tack Jesus. Hey. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Hallelujah. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to it. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Helgist þitt nafn, Jesus. Helgist þitt nafn, heilagi Faðir. Þökkum við fyrir Drottinn minn að þú sendir soninn á jörðina. Halleluja. Heilaga nafn þitt, Drottinn Jesus. Við gefum þér dýrðin í dag, Drottinn. Við gefum þér dýrðin í dag, Drottinn Jesus. Halleluja. Þitt nafn er allir börnum æðra bæði á himni og jörðu, Jesus. Heilagur ertu, Drottinn Jesus.
Þvílíkur Guð sem við eigum, halleluja. Heilagur Drottinn, við lofum þig, Jesús. Calling on the God of Jacob, Jesus, who loves and endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the oceans. I need you now to do the same thing for me. Syngju saman.
drottinn Jesús. You free the captives then. You're freeing hearts right now. You are the same God. You are the same God. You touch the lepers then. I feel your touch right now. You are the same God. You are the same God. Takk Jesús. Takk fyrir að þú ert sami í gær og í dag og alla eilífð. Helgi sér nafn drottinn Jesús. Ég þakka þér fyrir drottinn minn. Að þú ert hér í dag drottinn Jesús. Helgi sér nafn. Calling on the Holy Spirit, Almighty river, come and fill me again. Come and fill me again. Come and fill me again. Takk Jesús. Halleluja. Vinir, ef að þið finnið ekki anda Guðs hér í dag, þá ertu bara dauður, held ég. Halleluja, því að hann hér og hann að vinna verk. Dísi Guði, stöndum aðeins á fætur og bara lyftum upp höfðum og bara lofum hann í smástund, gefum honum dýrðina drottinn. Ég lyft upp nafni þínu, ég þakka þér fyrir kærleika þinn, þakka þér fyrir miskun og náð og trúfesti, þakka þér fyrir það drottinn minn að þú ert svo sannarlega hér í dag drottinn minn. Og drottinn, ég bið að koma inn í líf okkar drottinn minn, á okkar þar sem við þurfum drottinn minn og viltu lækna, viltu drottinn minn hreinsa, viltu taka burt það sem ekki á heima, viltu endur reisa þar sem að það á við drottinn minn. Ó drottinn, ég þakka þér fyrir það sem að þú gerðir á krossunum, ég þakka þér fyrir blóðið þitt, ég þakka þér fyrir eldin þinn sem þú gafst á drottinn minn á hvítasunnudag drottinn minn. Ó drottinn, ég þakka þér fyrir heilagan anda sem að leiðir okkur í allan sannleikan drottinn minn. Ég bið drottinn að vera með okkur í dag. Viltu opna hjart okkar fyrir því sem að þú vilt segja við okkur í dag. Ó drottinn minn, þú ert að tala svo sannarlega og verði þinn heilagi vilji. Verði þinn heilagi vilji. Harabashia Jesús, halleluja. Drottinn, ég bið að taka steinhjartað, ef að fólk með steinhjarta í dag, ef að það einhver ófyrirgefandi andi eða eitthvað slíkt í brjósti viðkomandi. Ég bið drottinn að eiga við hjarta sérhvers manns hérna í dag, drottinn minn, og þá sem að horfa drottinn minn í gegnum neti, drottinn. Ég bið að eiga við hjart okkar, drottinn minn, Jesús, að við fáum hjart úr holda blóði, þannig að þú getur starfað fyrir anda þinn, drottinn minn, Jesús. Rikarabashia Jesús, halleluja. Verði þinn vilji hér í dag. Fáum okkur sæti örstutt, Dögg ætlar að tala til okkur í dag, en mér langaði bara að minna á örlítið. Ég finn að það er eins og sé breyttur tónn í kirkjunni og við finnum þann, það er nærvera Guðs. Það sem við erum búin að vera að tala síðustu vikur, ég talaði það síðustu helgi, hvað er mikilvægt, vinir, að við förum eftir gjafaranum, ekki gjöfunum. Og ég ætla að segja þetta aftur. Það er svo mikilvægt að við förum á eftir gjafaranum, ekki gjöfum hans. Má ég heyra amen? Það þýðir að við förum á eftir Jesú. Og þegar við erum í Jesú, þá ef við leitum ríkis hans og réttlætis, þá mun allt annað veitast okkur að auki. Má ég heyra amen? Og við erum ekki kirkja sem að leitum eftir gæsahúðinni, leitum eftir því sem að Jesús getur gert fyrir okkur. Leitum Jesú. Það kemur ekkert í staðinn fyrir Jesú. Þú getur leitað allan heim og þú finnur það aldrei. Ef þú vilt fullnægja í hjarta þitt, ef þú vilt fá tilgang í líf þitt, ef þú vilt lifa öðruvísi lífi en allir aðrir, taktu á móti Jesú og haltu þig við Jesú. En hann segir á sama stað, táknum fylgja þeim sem trúa. Við eltum ekki táknin, við eltum hann og táknin munu fylgja okkur sem trúum. Má ég heyra amen?
Þannig að við erum ekki að fara að elda gæsahúð, við erum ekki að fara að elda eitthvað sem að koma með nýjasta orði, við eldum Jesú. Má ég heyra amen? Þannig að ég vildi setja þessa stund bara með það algjörlega að leiða ljósið, við erum að elda Jesú. Við erum að fara að elda Jesú. Halleluja. Takk Jesús. Þið til í að standa einu sinni enn með mér og við bara byggjum fyrir orðinu og mér fannst ég bara verða að koma sér til skila. Aftur, vinir, þessi kirkja verður öðruvísi kirkja, við ætlum að vera öðruvísi fólk. Við ætlum ekki bara að borða lambið þar sem okkur finnst, þið vitið lambið gott, við ætlum að borða allt lambið. Og það verður steikt í eldi. Það verður ekki bara, þið vitið, soðið upp úr ykkur mannakenningum, ef orðið segir það, þá gerum við það. Má ég heyra með hann? Það sem orðið segir okkar æðsta vald. Við förum á eftir orði Guðs. Það bara þannig. Þessi kirkja mun standa á orði Guðs. Og við förum á eftir frelsaranum okkar. Ekki það sem hann getur gert fyrir okkur. Og ég ein af þeim sem að Guð hefur blessað alveg ótrúlega mikið. Trúiði mér, blessanna munu fylgja, en við förum á eftir Jesú. Og vinir, Drottinn getur tekið af mér alla blessanir, ég bið að gera það ekki. Ég myndi samt fylgja Jesú. Og ég ætla bara að segja ykkur það hér og nú. Ég mun fylgja Jesú alveg sama hvað og við þurfum að reikna út kostnaðinn áður en til fararinnar verður horfið. Má ég heyra amen? Amen. Og við ætlum að biðja einu sinni enn. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig. Ég bið að tala til okkar, Drottinn minn, með orðið þínu frá hástóli náðar þinnar, Drottinn minn. Ég biði Drottinn að gera það sem að þú þarft að gera í lífum okkar. Drottinn, við tökum við því orði, Drottinn minn, og við tökum það inn í líf okkar og við hugleiðum það og við breytum eftir því. Við ætlum ekki að vera eins og maður sem að fer og gleymir hvernig við vorum. Við ætlum að taka orðið og við ætlum að taka það inn í hjart okkar og það mun bera mikinn ávöxt. Það mun bera 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Drottinn minn, ég bið að gefa vöxtinn, halleluja. Við ætlum að vökva Drottinn minn, við ætlum að vökva orðið. Ég bið að blessa Dögg þegar hún talar orð þitt hér í dag. Ég bið að blessa hana, ég bið að blessa drenginina 2. Ég bið að gefa þeim yfirflæði á öllu þeim sviðum lífs þeirra sem að þau þurfa á að halda. Og Drottinn, ég bið Jesús gegnumbrot hér í dag og við ætlum að taka móti og við blessum Dögg og fjölskyldu hennar í Jesú heila nafn og allir liðurinn sagði. Amen. Amen. Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða mér að koma hingað einu sinni enn. Mér varst svolítið spaugilegt þegar Sibba kom hérna fyrst upp og þá segir hún, má ég biðja ykkur að setjast örstutt, Dögg ætlar að tala. Þannig að þetta verður bara örstutt. Nei, hún var ekki að meina að þannig. Takk Jesús, takk Drottinn fyrir að þú heyrt bæn mína og ég bið þess heilagur andi, vertu velkomin. Ég bið þess að þú verðir hér á meðal, þú veist hvað bærist í hjörtum okkar. Gerðu það sem þú veit getur gert. Við erum þín. Heilagur andi, komdu. Amen, amen. Fyrir nokkrum árum þá var ég að horfa á jarðarför í Bandaríkjunum. Það eru ýmislegt sem ég geri mér til skemmtunar. Jarðarfarir eins og kannski einhverjir ykkar vitið í Bandaríkjunum eru allt öðruvísi heldur en hér. Það er svona verið að fagna lífinu og það eru alls konar vitnisburðir sem maður heyrir og fólk segir allt mögulegt og þetta einhvern veginn, ég held að það geti verið ákveðin lækning í þessu. Allavega, jarðarförin sem ég var að horfa á var nú ekki bara jarðarför einhvers. Þetta var jarðarför Billy Grahams og ég hef einhvern tíma talað þetta áður. Það var einn vitnisburður á þessari jarðarför sem snerti mig mjög djúpt og ég trúi að eigi erindi hingað í dag. Sko, Guð gefur okkur visku og vit og val að velja hvaða veg við förum og velja milli góðs og ills og milli þess sem við okkur langar og kannski hans vilja. Og dóttir Billy Grahams, Ruth Graham, stóð upp á þessari jarðarför til þess að minnast pappa síns. Og sko, ég veit ekki með ykkur, en þegar ég segi sögur af sjálfri mér, þá er mér alltaf skemmtilega að segja sögur þar sem ég kem svolítið vel út. En ekki svona hverju ég klúðraði og hverju pappi bara reddaði. En sagan sem hún sagði var af hennar eigin klúðri og hún var svo berskjölduð og hún var svo brotin
og það er alveg örugglega það sem snertir við fólki og snertir við fólki þarna og það sem ég trúi að hafi mögulega skipt líka máli á þessari jarðarför var að hún sagði bara sannleikan. Sannleikurinn gerur okkur frjáls. Þegar við erum að burðast með einhver leyndamál eða eitthvað sem við höfum bara klúðrað, þegar við tekið rangar ákvarðanir, þá er það engum til góðs að þær séu bara í einhverju myrkri og auðvitað vel að stað og stund hvenær maður játar syndir sínar í rauninni, en það er alveg ástæða fyrir því að bæði þegar Jóhannes skírari fór að þjóna og þegar Jesús hóf sína þjónustu, þá byrjuðu þeir á að segja gjörið iðrun eða játaðu syndir þínar vegna þess að óvinurinn heldur þér bundnum ef þú játar ekki syndir þínar og það er ákveðin yfirlýsingin í andaheiminn að segja sannleikan og láta ekki neitt brjóta okkur niður eða halda aftur af okkur. Og auðvitað skömmumst við okkur, það fylgir því ákveðin skömm að hafa tekið rangar ákvarðanir og það fylgir því sorg, en það er svo mikið lausn í því fólkin að játa syndir sínar. Og það sem Ruth Graham sagði á þessari stund var, hún sagði frá því að eftir 21 árs hjónaband, þá skildu hún og maðurinn hennar. Þessi kona var alin upp í Guðsótta og góðum siðum og auðvitað biðu maður fyrir börnunum sínum og ég er ekki nokkrum vafa að foreldrar þeirra báðu fyrir börnunum sínum. Og svolítið skemmtileg saga af Franklin Graham sem hefur fetað svolítið í fótspor pappa síns og er stórkostlegur kristniboði. Hann sagði frá því að þegar hann var unglingur, þá sagði hann, ég trúði alveg á Guð. Ég vildi bara ekki fylgja honum. Hann hafði nefnilega hort á fórnirnar sem foreldrar hans höfðu fært. Þannig að hann trúði því að Jesús hefði sagt satt og Jesús væri sá sem hann sagðist vera. Hann var bara ekki tilbúinn til þess að gefa Guði allt hjarta sitt. Og hann átti svo sem ættir að rekja til konu af því að sem sagt systir hans. Hún var eins, hún hafði þetta sama hugarfar. Hún skilur við manni sinni, ég veit ekki hver forsagan að því var, en það er alltaf sorg. Og hún var í algjöru losti, hún var bara í algjöru uppnámi, fannst þetta hræðilegt og hún ákveður að flytja frá þeim stað þar sem þau höfðu búið og flytja svona í nágrenni við systur sína. Og þar fer hún að sækja bara fína kirkju og eins og maður gerir og þar kynnist hún ekkjumanni. Manni sem hafði mist konuna sína og þau svona fara að spjalla saman. Þau fara að spjalla saman, eldri borgarar hér í dag, það heitir það hjá unga fólkinu, þau eru bara að spjalla. Við hérna í gamla daga, við vorum kannski farin að vera saman eða eitthvað, en krakkarnir eru bara alltaf að spjalla. Ég skil ekki alveg þennan orðaforðan, það er allt í lagi af því að ég er korter yfir miðaldra. En hún sem sagt verður bara hrifin af þessum manni. Börnin hennar kunnu mjög illa við hann og það lofar ekki góðu. Foreldrar hennar hringdu í hana frá sikkurum staðnum og báðu hana að róa sig. Bara báðu hana að taka sér þann tíma. Þú veist, þetta er hérna fullorðin kona, búin að gifta í meira en 20 ár og eiga börn og pappa og mamma hringja, bara róum okkur aðeins. Og þau báðu hana að taka sér bara góðan tíma í að kynnast þessu manni. En hún sagði, ég var þrá og ég var þrjósk. Og ég hugsaði, hvað vita þau það að vera einstæð móðir? Og hvað vita þau það að vera fráskilin? Og svo hugsaði hún með börnin sín sem kunnu bara engan veginn við hennar mann. Bara, það er nú frekar stutt í að þau flytji bara heiman. Ég veit ekki hvað þau voru gömul, en þetta er kannski hámark afneitunarinnar. Þau eru bara alveg að fara heiman og hvað, ætlar aldrei að fá þau í heimsókn. En allavega, hún
giftist þessu manni bara kvispæng á gamlárskvöld. Svo segir hún frá því á þessari jarðarför. Hún var ekki búin að vera gift honum í 1 sólarhring þegar hún áttar sig á því hvílíku mistök hún hefur gert. Það er svolítið vont. Og eftir 5 vikur þá flýr hún í rauninni frá honum. Hún var bara hrædd við hann. Það hefði eiginlega verið betra að hlusta á pabba og mömmu og krakkar hlustiði á pabba og mömmu. Þau vilja ykkur alltaf besta. Þó að þau séu orðnir kannski eldri borgarar. Amen, heyrist inn í fullt af fólki. En þegar hún áttar sig á því hvílík mistök hún hefur gert og bara hversu föst hún var, hvað gerur hún þá? Hún hringir í fólkið sem hún var búin að valda svo mikilli sorg og bara vonbrigðum. Hún hringir í pabba og mömmu. Spáðið hvað er gott að eiga fullorðna foreldra sem hafa nú kannski ekki, kalli ekki allt ömmu sína, en amma þeirra auðvitað löngu farin. En þau segja bara komdu heim. Og hún var svo brotin og þau bjuggu upp í einhverju svona fjallshlíð og það voru svona krókóttur vegur upp að húsinu og hún að keyra og bara með kökkin í hálsinum að keyra bara þennan veg sem hún þekkti svo ofboðslega vel, var búin að keyra svo oft og tilfinningarnar alveg að taka yfir. Og þegar hún tekur síðustu beygjuna heim að húsinu, þá er pabbi hennar kominn út. Og hann stendur fyrir utan húsið, maðurinn sem hafði varað hana við. Hann stendur fyrir utan húsið og þegar hún kemur út úr bílnum þá stendur hann með opinn faðminn og segir velkomin heim. Ekkert hvað varstu að hugsa eða þú hefði nú betur hlustað. Hann tók hana í fangið og sagði velkomin heim og hún sagði, ég ger mér alveg grein fyrir því að pabbi var ekki Guð. En á þessum tímapunkti þá upplifði ég hvernig Guð þennan kærleika Jesú, hversu miklu sem þú ert búin að klúðra, hversu mörg mistök sem þú hefur gert. Þegar þú berð gæfu til að horfast í augu við mistökin þín, þá stendur hann og segir velkomin heim. Ekkert, þú ert nú meiri bjálfinn. Engar skammir, hann tekur þig bara í fangið og hann elskar þig og hann fyrirgefur og hann vil leysa þig undan þinni eigin skömm og undan þinni eigin fordæmingu. Og það er saga í Jóhannesarguðspjalli, 4. kafla, af konu sem var samversk, eða frá Samaríu. Gyðingar höfðu ekki, það segir gyðingar höfðu ekki samneyti við samverja. Samverjar voru svona bara annars flokks og þarna á þessum tíma var fólk dregið í dilka. Jesús á ferðalagi með lærisveinum sínum og þeir koma í þorp sem heitir Síkar og þar sest Jesús við brunn. Það var ekkert hægt að skrúa neitt frá krana inn í húsum, fólk þurfti að fara út og sækja vatnið og merkilegt nokk að það er ekki meir en 100 ára á Íslandi frá því að fólk þurfti að gera þetta. Systir hans pappa sagði mér einu sinni að hún vaknaði miðja nótt þegar hún var bara barn og hún var svo þyrst að hún þurfti að klæða sig og fara út til að pumpa upp vatni úr brunni og þetta var í Reykjavík. Það er ekki lengra síðan. En Jesús sest þarna niður til að hvíla sig og lærisveinarnir fara bara inn í næsta þorp til þess að ná í eitthvað að borða og meðan hann situr þarna þá kemur þessi kona og þau fara að spjalla saman og konan auðvitað svolítið hissa, í fyrsta lagi náttúrulega töluðu kallmenn ekkert við konur og almannafæri og hvað þá við samverska konu. En Jesús, þetta svona bara kamm og náungi og hann fer að spjalla við þessa konu og hún veit ekkert hver þetta er. Og samtalið þeirra fer bara gjörsamlega út og suður og þetta alveg löng saga mjög einkennilegt samtal. En á einum tímapunkti þá segir Jesús við konuna, farðu og kallaðu á manninn þinn. Í þessu samtali þá finnur Jesús
hvað særðana í rauninni dýfst. Hver var kannski stærsta sorgin í hennar lífi? Þetta áhugaverð saga fyrir margra hluta sakir. Fólk hefur oft verið að velta fyrir sér af hverju kom þessi kona hann hádegisbilið þegar sólin var hæst á lofti og það var enginn að sækja vatn á þessum tíma og menn hafa sagt sko kannski bara skammaðist hún sín fyrir fortíð sína, kannski bara langaði henni ekki til að horfast í augu við fólk og kannski vildi hún bara vera ein. Það svolítið það sem skömmin gerir, við einangrum okkur. Og ég var að hugsa þegar ég var að lesa þetta, kannski var hún bara nývöknuð. Kannski sko ástæðan fyrir hún kom með hádegisbili, kannski var þetta bara lýsing á lífununnar sem var bara í einhverju rugli. Og hún kemur þarna og þetta bara kona sem brotin, en kannski heldur hún svona andlitinu. Hún ætlar nú ekki að fara að játa eitt eða neitt og það bara það sem við gerum í lífinu. Og hvað þá, hún fari eitthvað úthella hjarta sínu fyrir einhverjum ókunnum manni sem situr þarna við brunnin. Nema, hann segir þetta, farðu og kalla á mannin þinn. Og þá segir hún, ég á engan mann. Og samtalið hefði alveg getað stoppað þar. En hann sér lengra. Og hann segir, það er rétt, þú átt ekki mann. Þú átt 5 menn og sá sem þú ert með núna, hann er ekki þinn maður. Og ég velti fyrir mér, hvaða streng snerti þetta í hjarta þessara konu? Þetta minnir mig í rauninni á söguna þegar 4 náungar komu með lamaðan mann til Jesú og það var svo troðið inn í húsinu að þeir bara gerðu gat á þakið. Og það er alltaf að tala hvað þetta voru góðir vinir. Já, klárlega sko, góðir vinir mannsins er ekki endilega húseigandans. Nema hafa allir verið smiðir eða eitthvað. En allavega, það er svo pakkað í húsinu að þetta hljómar eins og það hafi ekki verið pláss fyrir einn tannstöngul í viðbót. Nema að þeir bara láta mannin koma sígandi og þið vitið, þú veist, maður ætlar ekki að fá einhvern mann á börum í hausinn. Þannig að fólk bara þéttist. Þetta var örugglega góð leið fyrir þá sem átti ekki maka. Það bara að þú allt í einu klestist upp að einhverjum. Þú varst að kynnast honum. Nei, þetta er útúrdúr fyrirgefið. En þegar Jesús reisir þennan mann á fætur, hann læknar hann var lamaður, þá er svo merkilegt að það er ekki það fyrsta sem Jesús segir við hann, vertu heill eða taktu rekkju þína á gakk. Hann segir, syndir þínar eru fyrirgefnar. Eitthvað var í hjarta mannsins sem olli því að hann þurfti meira á því að halda að fá að heyra að Guð hefði fyrirgefið syndir hans heldur en að lækna hann. En svo segir hann við alla og þá er hann meðal faríseana, þetta er áhugaverð saga vegna þess að hún segir sko farísearnir hugsuðu með sér, hver er þessi maður sem sko heldur hann geti fyrirgefið syndir og það stendur bara þeir hugsuðu þetta með sér. En Jesús svarar þeim upphátt. Jesús las hugsanir þeirra og þetta sjáum við aftur og aftur í orðinu. Hann veit hvað innra með okkur býr. Hann þekkir orðið á vörum okkar áður en það verður til. Hann veit hvað við hugsum og það segir líka, hann þurfti ekki á því að halda að neinn maður bæri öðrum manni vitni því að hann vissi sjálfur hvað í manni býr. Og það er líka áhugavert á einum stað segir að þegar menn eignuðust eða tóku trú á hann, þá stendur á einum stað að Jesús gaf þeim ekki trúnað sinn því að hann vissi hvað í okkur býr. Hann þekkti alla. Og það er svolítið athyglisvert að hugsa til þess að við segjum ekkert hverjum sem er það sem við erum að hugsa. Þannig að það er svo mikilvægt að eiga þessa gjöf og þessa andagreiningu að vita hverjum maður getur treyst og hverjum ekki. Hver er verður trúnaðar okkar. En allavega, Jesús, hann í rauninni bara stingur á því sem mennirnir eru að hugsa og segir í rauninni bara til þess að þið vitið að ég hef vald til að fyrirgefa syndir, eða mannssonurinn hefur vald til að fyrirgefa syndir, þá segir hann við mannin, stattu upp, þú veist, þetta var lamaður maður, ef hann hefði getað gengið þá hefði vinir hans ekki verið að láta hann síga hérna niður eitthvað op á þakinu, stattu upp, taktu það sem þú liggur á og farðu heim til þín.
Og maðurinn gerir það var einu manni færra hann inni og rekkjunu líka, nei, ég segi svona að því það var svo þröngt. Maðurinn gerir þetta. Hann stendur upp og hann fer heim. Hann fékk fyrirgefningu synda sinna og hann fékk lækningu. Og stundum syndajátningin forsenda lækningar. Stundum kemur hún á undan lækningunni. Það er svo ótrúlega margt sem leysist þegar við játum syndir okkar. Og þegar Jesús hittir þessa samvisku konu og að spjalla við hana, á einhverjum tímapunkti, þá breytist eitthvað hjá konunni. Á einhverjum tímapunkti þá áttar hún sig á því að hún þarf ekki að lifa því lífi sem hún hefur lifað. Það er til betri leið. Það er til önnur leið. Hún allt í hún eignast von. Og þá kemur í Jóhannesarguðspjalli einhver ótrúlegasta setning bara sem ég hef lesið lengi. Konan fer inn í borgina að hitta fólkið sitt og hún segir, komið með mér og hittiði mann sem sagði mér allt sem ég hef gert. Sko, ef konan hefði nú bara átt flekklausa fortíð, þá hefði þetta verið allt í lagi. En hver sem á fullt af leyndamálum og skammast sín fyrir alls konar hluti, hver segir bara komið og sjáu mann sem bara, fletti ofan að mér. Komið og sjáu mann sem bara sagði, sem bara opinberaði öll leyndamálin mín. Eitthvað hefur fólkið í þessari borg séð á þessari konu. Eitthvað hefur breyst í farið þessara konu. Þeir bara elta hana út úr borginni og þeir koma til Jesú. Og svo segja þeir við hana seinna, það er ekki lengur vegna vitnisburðarins þín sem við trúum. Við höfum séð hann og við höfum heyrt hann. Hún leiðir fólk til Jesú og það sannfærist að hann sé sá sem hann sagðist vera. Og þau báðu hann að staldra við hjá sér. Þau báðu hann að fara ekki alveg strax. Og hann varð við því. Í Bandaríkjunum var einu sinni kona sem hét Kathryn Kuhlman. Stórkostlegur lækningapredikari. Og hún hafði mikil áhrif á Benny Hinn. Smurning Guðs yfir þessari konu var alveg ótrúleg. Og fólk læknaðist og fólk leystist. Ég veit ekki hvort þið hafið hort á þætti á YouTube. Ég hvet ykkur til þess að þið hafið ekki skoðað þetta. Þætti sem heita God's Generals. Og fjalla þessa lækningapredikara hérna áður fyrir, eða fólkið sem hafði alveg ótrúlega áhrif fyrir Guð og átti kraftur heilags anda fylgdi þessu fólki. Það er fjallað Kathryn Kuhlman í einum af þessum þáttum og þar er fjallað fortíðinnar. Þetta eru þættir sem í rauninni er ekki bara að lyfta fólki upp, það er líka að tala brestina. Það er talað hvernig var fortíð þessa fólks, úr hvaða jarðvegi er það sprottið. Þetta var nefnilega bara venjulegt fólk. Þetta var bara venjulegt fólk eins og ég og þú, en þau áttu hungur og þorsta, þau langaði að fá að sjá eitthvað meira og það hvíldi köllun á lífið þeirra. En rétt eins og með Ruth Graham, Guð leyfði henni að gera mistök. Guð leggur fyrir okkur rétt og rangt og hann felur okkur ákveðið val. Og þar erum við ábyrg. Og rétt eins og með Ruth Graham þá hafði Kathryn Kuhlman val í lífinu og hún tók fullt af röngum ákvörðunum. Hún giftist röngum manni, allavega 2 held ég. Og hún gerði bara fullt af vittleysum og hún var ofboðslega brotin. En Guð reist hana við. Guð gaf henni annað tækifæri. Guð gaf henni nýtt upphaf. Og hún notaði það. Hún sagði einhver tíma, ég var ekkert fyrsta val. Hugsið ykkur það. Hún sagði, Guð hafði ætlað annarri mannesku hlutverki mitt. En hvaða var sem gerða verkum að sú manneskja gaf ekki kost á sér. Og ég veit ekki, þetta er væntanlega eitthvað sem heilagur andi hefur opinberað henni. Þegar hún hefur mögulega spurt hvernig getur hún nota mig, svona brotna konu og konu á þeim tíma sem
það var bara ekkert sjálfsagt að konur predikuðu og það nú bara þannig því miður sumstaðar í heiminum en í dag, meira sér í Bandaríkjunum í sumum kirkjum, það ekkert sjálfsagt að konur prediki. Einu sinni var Ann Graham Lott, sem sagt önnur dóttir Billy Grahams, henni var boðið að koma og tala í kirkju og þegar hún kemur í kirkjuna og stendur upp til að tala, þá bara fullt af kallmönnum í kirkjunni sem snýr stólnum sínum við, fer ekki út af samkomunni en situr á samkomunni með bakið í hana. Það bara alveg hreint ótrúlega hlutur. Ég menn þetta okkar samtíð. Þannig að það eru alls konar hlutir sem að gerast og einu sinni var Katrín Kuhlmann spurð hvað smurningin kostaði hana. Og þá sagði hún kostar allt. Hún kostar allt. Og þetta að sama og Benny Hinn sagði einu sinni, Benny Hinn sagði þegar fólk horfir á samkomuna mínar, þegar fólk horfir á öll ljósin og tónlistina og þetta allt svo flott og ég kem hérna í sparifötunum mínum og predika og drottin með, það bara þetta sem fólk sér. Það sér ekki fórnirnar. Það sér ekki allar stundirnar þar sem ég algjörlega brotin á hnjánum að biðja. Og það sér ekki baráttuna og hvað þetta við kosta fjölskylduna mína. Og það kannski þess vegna sem það eru ekki allir tilbúnir til að greiða gjaldið fyrir smurninguna. Því að smurningin kostar allt. Kostar nefnilega allt. Takk Jesús. Og við þurfum svo á því að halda að fá að sjá Guð að verki. Við þurfum svo á því að halda í okkar samfélagi að fá að sjá Jesú sjálfan að verki. Að fá að sjá Jesú frelsa fólk og leysa fólk og reisa fólk við. Og kannski hefur þú gert einhver mistök sem hafa valdið því að þú hugsar Guð getur ekki nota mig. Af hverju ætti Guð að vilja nota mig? Akkurat af því að þú ert breisk eða breiskur. Akkurat af því að þú finnur til smæðar þinnar. Einmitt af því að þú veist að þú ert ekki fullkomin. Í Dómarabókinni alveg frábær saga af manni sem hét Gídeon. Og þegar Guð kallaði Gídeon, þá var nú Gídeon ekki alveg á því að þetta væri alveg rétt hjá Guði að velja sig, af því að Gídeon hefði bara ekkert til að bera til þess að gegna þessu hlutverki sem Guð ætlaði að kalla hann til. Og hann var nú eitthvað búinn mald í móinn og þegar Guð gafst ekki upp, Guð auðvitað getur hætt ef við sýnum endalaust mótstöðu, hann leyfir okkur að ráða, hann gefur okkur val. En þá segir Gídeon þetta í 7. kafla og 15. versi í Dómarabókinni, sko drottinn, ættin mín, sko það ekki bara hann sé að tala sig, hann fer bara langt aftur í ættir. Ættin mín aumasta ættin í Manasse og ef það nægir þér ekki, þá ég smæstur í minni ætt. Bara þetta svona drottinn, veldu þennan. En mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjartað. Og það var akkurat þetta hugarfar sem gerða verkum að Guð vildi nota Gídeon. Gídeon var nefnilega tilbúin til að játa syndir sínar. Hann taldi ekki að hann hefði þetta allt. Og það svolítið sjokkerandi, það svo gaman þegar maður að lesa Guðs orð og maður búin að lesa heilu sögurnar aftur og kann þær kannski utan að svo allt í hennu opinberar Guð eitthvað. Það ástæða fyrir því að þetta lifandi orð. Ég var að lesa í Jóhannesar Guðspjalli, sögu sem gerist ekkit löngu áður en Jesús krossfestur, hann að spjalla við lærisveina sína og Filippus segir við Jesú, sýnd okkur föðurinn. Þá segir Jesús við Filippus þessa óþægilegu setningu. Filippus, ég hef verið með ykkur allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Filippus hafði í rauninni verið í fullri þjónustu í 3 ár. Hann var einn af þeim sem Jesús hafði valið eftir að hafa farið upp á fjall og beðið heila nótt.
alveg áhugavert hvað Jesús var alltaf að þramma upp á fjöll, en það er nú annað mál að fullt af fólki sem hefur áhuga á því, bara að Guð blessi það. En hann fór upp á fjöll til að vera einn, af því að það er örugglega minni hlutinn sem er mjög hrifinn af fjallgöngum. Hann fékk allavega næði og sérstaklega var hann á nóttuna, hann var hann heila nótt á fjallinu. Og svo velur hann Filippus. Og Filippus, hann er einn af þeim sem verður vitni að fullt af kraftaverkum. Hann fer út, biður fyrir sjúkum, þeir læknast. Hann er með Jesú í 3 ár og hann hefur kannski haldið bara, hann hefur verið komin á þennan stað að hugsa bara, ég er með þetta allt. Þú veist, ég bara, þetta verður ekkert betra en þetta. Þá segir bara Jesús, Filippus, ég er búin að vera með ykkur allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Áts, við ættum að muna þetta og ég segi oft við fólk, þegar við biðjum Guð að tala til okkar, munum þá að hann getur sagt eitthvað sem okkur langar ekki að heyra. Hann getur sagt eitthvað sem okkur finnst óþægilegt. Hann getur bara kippt okkur niður á jörðina, 1, 2 og 3. Og þá er svo gott að hafa hugarfari sem samverskakonan hafði. Það er svo gott að hafa þetta hugarfar að finna til breiskleikans og bara játa syndir sínar. Stundum tökum við ákvarðanir sem snerta allt okkar líf. Stundum tökum við bara fáránlegar ákvarðanir. Og fyrir allmörgum árum þá var ákveðið mál sem skók Hvíta húsið, Bandaríkin og bara heimsbyggðina alla. Það var forseti í Bandaríkjunum sem hét Bill Clinton og það var nemi í Hvíta húsinu sem hét Monica Lewinsky. Bill Clinton var sjarmerandi maður og það fer að verða myndast eitthvað spenna á milli þeirra. Og þau báru ekki gæfu til að stoppa strax. Þannig að eitthvað daður hefur farið af stað, eitthvað hefur gerst á milli þeirra. Hún bara heillaðist að þessum manni og fyrst sinn vissi engin neitt. Svo bara einn daginn þá komst allt upp. Og það er það sem nefnilega getur gerst, það getur allt komist upp. Þess vegna er svo gott að játa syndir sínar áður en allt kemst upp. Vegna þess að þá hefur engin neitt á þig. Ef þú ert búinn að berskjalda þig, þú ert búinn að gera hreint fyrir þínum dyrum, þú ert búinn að afgreiða hlutina, þá hefur fólk engan krók í þig. En þessi kona, Bill Clinton var heimsþekktur. Það vissi enginn hver Monica Lewinsky var fyrir en bara einn daginn. Þá vissi öll heimsbyggðin hvaða kona þetta var. Þetta var rúmlega 20 stelpa og hún kærði sig ekki þessa athygli. Þetta var bara ótrúlega vont og hún upplifði skömm sem hún sat uppi með og þurfti mörg ár að vinna úr. En það er annað við þessa sögu sem hefur svo oft snert mig og mér finnst svo magnað. Og ég ætla að ljúka með þessum orðum, ég ætla að ljúka á sögu að Billy Graham af því að ég byrjaði þannig. Sagan segir að stuttu eftir hennan harmleik. Þegar enginn vildi vera vinur Bills Clintons og fólk einhvern veginn bara, hann hafði brugðist og hann hafði misboðið fólki. Á þessum tíma, þá var tímarit sem bauð öllum, þetta tímarit átti afmæli og það bauð öllum sem höfðu verið á forsíðu tímaritsins í veislu. Og merkilegt nokk, meðal þeirra sem höfðu verið á forsíðu tímaritsins voru bæði Bill Clinton og Billy Graham. Og sagan segir, á þessum tíma þar sem fólk skiptist í fylkingar, þá segir sagan að Billy Graham hafi óskað eftir því að fá að sitja við hliðina á Bill Clinton. Og þegar hann var spurður hvers vegna, bara, þú veist, Billy Graham, þessi heilagi góði maður, af hverju vilt þú sitja við hliðina á Clinton? Þá sagði hann, Bill Clinton þarf á því að halda að fá að vita
að Jesús elskar hann enn. Sama hvað. Bill Clinton var líka brotinn. Miður sín yfir fáránlegri ákvörðun sem hann tók. Og stundum það þannig. Okkur hættir til að taka rangar ákvarðanir. En við eigum Jesú sem gekk í dauðan fyrir okkur. Þegar Jesús gekk upp á Golgata, það var búið að húðstrýkja hann. Hann var óþekkjanlegur. Blóðið rann þegar hann gekk upp á Golgata og þegar krossinn var reistur upp. Þegar naglarnir voru reknir í gegnum hendur hans og fætur. Þá vissi hann hvað þú og hvað ég ættum eftir að gera af okkur sem myndi hryggja Guð. Og það var fyrir þetta sem hann var að deyja. Það var þess vegna sem hann var krossfestur. Hann reiknaði aldrei með að við yrðum fullkomin. Hann kom til að deyja fyrir syndugan heim og eina krafan sem hann gerir að við játum syndir okkar og fylgjum honum. Að við játum syndir okkar, að við séum tilbúin til þess að gera okkar besta, leitast við að verða betri manneskjur og fylgja honum. Mér langar að biðja ykkur að standa á fætur. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú ert hér. Ég þakka þér, elsku heilagi andi, fyrir að þú ert hér. Og þú elskar þá sem hafa brotinn anda. Þú elskar okkur, Drottinn, þú elskar okkur alltaf, en þegar við erum á þessum stað, að við upplifum, að við skömmumst okkar, að við erum hrygg yfir því sem við gerðum, við erum hrygg yfir röngum ákvörðunum sem við tókum, þá kemur þú og segir blóðið mitt, hreinsar þig af allri synd. Ekki bara syndinni sem þú heldur að sé auðvelt að fyrirgefa, það hreinsar af allri synd. Og ég hef varpað syndum þínum í gleymskunar haf. Svo langt sem austrið frá vestrinu, svo langt hefur þú, Jesús, fjarlægt afbrot okkar frá okkur. Og ég bið þess, Jesús, að í dag þá megum við verða frjáls. Ég bið þess, Jesús, að í dag megi þeir sem hafa verið þjakaðir af synd og skömm og samviskubiti, ég bið þess, Jesús, að þú hjálpir þeim að stíga út úr þessu eins og samveska konan gerði. Viltu, Jesús, lyfta byrðunum af herðum þeirra sem komu hingað inn og finna til sektar sinnar. Ég bið, Jesús, að þú leysir þá. Ég bið kraftaverk hér í dag. Ég bið nýtt upphaf og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú ert hér. Ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú þekkir hvað við hugsum. Þú veist hvar við erum stödd og þú veist allt og þú elskar að reisa fólk á fætur. Þú elskar að gefa fólki nýtt upphaf. Takk fyrir það. Og við játum, Jesús minn, að við erum syndarar. Við höfum margvíslega syndgað gegn þér. Og ég biði Jesús að fyrirgefa okkur syndir okkar og hreinsa okkur af öllu ranglæti. Í Jesú nafni ég bið. Amen, amen. Mér langar til að bjóða fram til fyrirbæna. Þið sem viljið þiggja fyrirbæn. Þið sem finnið nærveru heilags anda og þið sem mögulega viljið játa syndir ykkar. Finnið ykkur einhver til þess að tala við og ef þið viljið bara játa þær fyrir Guði þá það líka allt í lagi. En þiggið þið fyrirbænina því að sannleikurinn gerur okkur frjáls og það engum til góðs að hilma yfir einhver myrkraverk. Það bara eitthvað sem óvinurinn sem kemur til að stela, slátra og eyða notar gegn okkur. Sviptum hulunni af honum og stígum inn í frelsið í Jesú nafni. Amen. Halleluja, bara rétt